Þetta þessi saga sem Páll, Kristján og Sölvi sögðu okkur gott dæmi í alveg einstaklega gott dæmi það hvernig svona molekular epidemiológía eða faraldsfræði, hversu miklu máli hún skiptir og hversu miklu máli það skiptir að við beinum sjónum okkur að því sem búið að gerast til að læra af því svo við getum undirbúið okkur undir það sem gerist næst. Eitt af því til dæmis sem að vekur hjá manni alltaf spurningar þegar maður horfir á mismunandi, hversu menn eru mismunandi smitandi eftir aldri spurninginu það hvað erum við að gera þegar við erum að bólusetja fólk. Og það eiginlega tvennt sem við erum að gera. Í fyrsta lagi það verja fólk sem í viðkvæmum hópum og síðan hins vegar að koma í veg fyrir útbreiðslu á pestinni í samfélaginu. Og ef markmiðið hefði eingöngu verið að hamla útbreiðslu, þá hefði við fyrst og fremst verið að bólusetja fólk á aldrinum milli 20 og 50 ára, vegna þess að það það fólk sem smittar mest út á sér og öllum líkindum vegna þess að það það fólk sem heldur upp í þessu samfélagi með því að í samskiptum við annað fólk. En síðan annar lærdómur sem á draga þessu sem Þórunn Ásta og Daniel Guðbjartsson alltaf að fara í með okkur sem sagt hvernig verðum við ónæm, hvernig byggjum við varnir gegn þessari veiru og hvernig haldast þeir varnir í okkur þegar tíminn líður frá sýkingu. Já, góðan daginn öllsumul. Við Daniel ætlum að segja ykkur aðeins frá þessum rannsóknum sem hafa farið fram hér innan Íslenskrar erfðagreiningar á ónæmisvari gegn SARS-CoV-2 veirunni. Nú eins og allt annað sem lítur að þessari veiru að þá hefur þurft að prófa ný próf og staðla þau og það hefur verið gert að miklum krafti hér innan hús og ótrúlegur fjöldi sýna sem hefur verið mældur. Nú til þess að mynda sértæk og langlíf ónæmisvör gegn sýklum og þar með talið SARS-CoV-2 veirunni, þá eru aðalega 2 armar ónæmiskerfisins sem virkjast. Það eru annars vegar B-frumurnar sem mynda mótefni og það eru þá hlutleysandi mótefni sem að bindast spike-prótín á yfirborði veirunar sem eru talin gegna mikilvægastu hlutverki við vernd gegn veirusýkingum. Nú, það má eiginlega segja að þessi hlutleysandi mótefni þau svolítið svona taki vopnin úr höndum veirunar með því að hindra það að veiran geti sýkt mannafrumur. Nú hinn armur sértæka ónæmiskerfisins eru síðan T-frumurnar og þær skiptast í 2 flokka. Það eru T-hjálparfrumur sem að hafa yfirborðssameind á yfirborði sínu sem kallast CD4 og eins og nafnið gefur til kynna að þá meginhlutverk þessara frumna að hjálpa til við virkjun annarra frumna ónæmiskerfisins. Það eru sérstaklega mikilvægar til að hjálpa B-frumunum að mynda þessi hlutleysandi mótefni en einnig þá hjálpa þær hinum T-frumunum sem kallast T-drápsfrumur. Og T-drápsfrumur þær hafa einkennissameind á yfirborði sínu sem kallast CD8 og þeirra helsta hlutverk að drepa veirusýktar hýsilfrumur og hindra þannig veirumyndun, hindra að veiran geti nota frumunar okkar til að búa til fleiri veiruefnir. Nú þegar sýking á sér stað þá virkjast allir þessir armar ónæmiskerfisins og allar þessar frumur fara að fjölga sér gífurlega. Langmestu hluti þeirra frumna verða að svokölluðum skammlífum verkfrumum, það að segja þær deyja mjög snemma eftir að líkaminn hefur náð að ráða niðurlögum sýkingarinnar. En það sem við viljum rannsaka hvort það myndist líka langlífar minnisfrumur, því það eru jú frumurnar sem munu koma í veg fyrir að við sýkjumst á sama sýkli aftur. Nú hvernig mælum við þessi T-frumusvör? Við buðum sem sagt þáttöku einstaklingum sem sýktust í fyrstu bylgju COVID-19 og það skilaði sér í því að það komu 759 einstaklingar og gáfu blóðsýni sem höfðu sýkst af SARS-CoV-2. Langt flestir þeirra komu allavega 2-3 mánuðum eftir greiningu og alltaf 8 mánuðum eftir að þeir greindust. Og til viðmiðunar þá vorum við þá með 517 ósýkta einstaklinga. Nú þar sem við erum að vinna með sýni úr fólki sem ekki lengur með virkt veirusmit, þá þurfum við að byrja á því að endurörva T-frumurnar inn á rannsóknastofunni
Og til þess þá notum við mismunandi prótein úr veirunni og þannig getum við líka vita nákvæmlega hvaða prótein þessar T-frumur að þekkja. Og þá erum við að vinna með peptíðsöfn úr þessu spike-próteini sem þetta mest rannsakaða prótein veirunar sem að öll bóluefni í dag eru sem sagt með og eru að miðla því að mynda hlutleysandi mótefni gegn þessu próteini. Við erum sem sagt bæði að nota peptíð sem ná yfir allt próteinið en líka sem að ná bara yfir þann hluta sem að veldur því að veiran binst við mannafrumur. Síðan erum við með prótein í himnunni sem kallast M-prótein og kjarnaprótein sem kallast N-prótein. Og síðan litum við frumnar og sjáum þá hvort að það séu til staðar í þeim einstaklingum sem hafa sýkst T-frumur sem að þekkja þessi prótein. Og það gerum við með því að lita fyrir svokölluðum boðefnum sem frumurnar mynda. Með því að mæla hvort að T-frumur sé að mynda 1, 2 eða 3 boðefni að þá getum við séð bæði gæði og magn frumubundna ónæmisvarsins. Það hefur nefnilega verið sýnt fram á það að það eru þessar fjölvirku T-frumur sem eru að mynda 3 boðefni sem kallast interferon gamma, TNF-alfa og interleukin 2 sem hafa meiri virkni heldur en þær sem eru að mynda færri boðefni. Og það eru einmitt þessar fjölvirku T-frumur sem hafa verið tengdar við vernd gegn öðrum veirusýkingum svo sem influensu. Nú þá förum við aðeins í niðurstöðnar. Og hér sjáum við mynd sem að sýnir tíðni boðefnaseytandi T-frumna í sýktum einstaklingum annars vegar og ósýktum hins vegar. Og eins og okkur datt í hug, hérna kontrollið okkar eru sem sagt algjörlega óörðar frumur og við sjáum að þeir einstaklingar eru ekki að seyta boðefnum. Frumur úr þeim einstaklingum eru ekki að seyta boðefnum. Síðan sjáum við sem sagt að við erum að mæla T-frumusvör gegn öllum þessum SARS-CoV-2 próteinum í einstaklingum sem sýktust af SARS-CoV-2. T-frumusvörunin í ósýktum einstaklingum mun minni í ósýktum eins og við bjökumst við. Hins vegar hluti einstaklinga sem með T-frumusvar gegn M- og S-próteinum SARS-CoV-2 og þetta í samræmi við það sem aðrar erlendar rannsóknir hafa verið að sýna og birta á undanförnum mánuðum og það virðist vera að þetta stafi af minnisvari gegn öðrum kórónuveirum sem að valda kvefi. Nú erum við köfum betur ofan í það hvað nákvæmlega það sem einkennir frumubundna ónæmisvar þeirra sem hafa sýkst af SARS-CoV-2, þá sjáum við að það eru akkurat þessar fjölvirku T-frumur sem myndast. Leið ykkur aðeins í gegnum þessa mynd hér, þá erum við með á auðslunarásnum tíðni einstaklinga sem mynda þessar fjölvirku T-frumur. Rauðu súlurnar eru að sýna okkur ósýkta einstaklinga og bláu súlurnar eru að sýna okkur sýkta einstaklinga. Og við sjáum að þegar við örvum frumurnar á rannsóknastofunni með mismunandi próteinum úr veirunni, þá förum við að sjá góðan aðskilnað á milli þessara tveggja hópa, það sýktra og ósýktra. Einnig sjáum við hérna hægra megin, þetta eru sem sagt T-frumusvörunin úr sýktu einstaklingunum, að þeir eru allir með fjölvirkar T-frumur sem þekkja öll þessi mismunandi prótein veirunar. Hins vegar þegar við skoðum hérna vinstra megin, þá þetta úr ósýktum einstaklingum, þá sjáum við að T-frumusvörunin er mun minni, en það eru ákveðnir einstaklingar sem jafnvel eru með þessar fjölvirku T-frumur sem þekkja S- og M-prótein veirunar. Nú næst þá vildum við spyrja þeirra spurninga hvort að T-frumusvörunin væri að tengjast eitthvað alvarleika sjúkdómsins. Þá skiptum við sem sagt sýktu einstaklingunum í 3 mismunandi hópa, þar sem í hópi 1 settum við sem sagt þá sem að voru sýndu minnst einkenni, voru jafnvel einkennalausir. Í hópi 2 voru þeir sem voru með alvarlegri einkenni en þó ekki það alvarlega þeir þurftu að leggjast inn á sjúkrahús. Og í 3. hóp voru það allir sem þurftu spítala innlögn. Og þá sjáum við að tíðni þessar fjölvirku T-frumna mælist hæst hjá einstaklingum sem lögðust inn á spítala með COVID-19. Hins vegar vil ég líka benda ykkur á að það eru fjölvirk T-frumusvör sem mælast líka hjá þeim sem voru með minnst alvarleg einkenni eða vægust einkenni. Og þegar við skoðum síðan T-frumusvörin eftir aldri þá sjáum við nákvæmlega sama mynstur, það að segja að T-frumusvörin þau virðast aukast með aldri. Nú að lokum þá vildum við kanna hversu stöðugt T-frumusvörunin væru eftir sýkingum. Þá söfnuðum við pöruðum sínum úr 83 einstaklingum
sem að komu 3 til 4 mánuðum og síðan aftur 6 til 8 mánuðum eftir SARS-CoV-2 greiningu. Þessi mynd hér sýnir á X-ásnum T-frumusvarið eftir fyrstu komu og Y-ásnum T-frumusvarið eftir seinni komu. Og við sjáum að það helst algjörlega T-frumusvarið í seinni komu. Einnig skoðum við þetta hér hjá öllum sem höfðu fengið SARS-CoV-2 greiningu og aftur þá sjáum við engin merki að T-frumusvarið gegn SARS-CoV-2 lækki á fyrstu 8 mánuðum eftir greiningu. Nú þá ætlum við aðeins að skipta gír. Daniel ætlar að tala mótefnasvörunina. Ég ætla að gefa svona pínulítinn inngang því að mótefni á mörgum flokkum og veirusýking veldur vanlega mótefnum af flokki IgM, IgA og IgG. IgM svona þetta mótefni sem myndast fyrst í líkamannum en ekkert sérlega gott til að vernda okkur gegn veirusýkingum. Það líka skamlífast á meðan IgA og IgG þau mótefni sem mynda þessi hlutleysandi mótefni. Og þá ætlar Daniel að taka við og fara yfir þessar niðurstöður.